Já, Linda, maðurinn sem stendur þetta fyrir frá mig hefur staðið vaktina í 16 ár á þess að taka sér sumarfrí, Haukur, það ekki rétt? Jú, ég hef ekki tekið neitt sumarfrí en það. Hvernig var þessi hugmynd til að opna Græna hattinn? Það var nú bara mest að áhuga á músík, sko. Já, það músík áhuga sem dróði áfram. Já, algjörlega, sko. Og voru viðtökurnar strax jafn góðar og menn vonuðu? Þetta var dálítið brösugt svona framan af, sko. Já. Þetta tók, ég veit ekki, 3-4 ára að venja fólk á að mæta svona klukkan 8 og 9 á kvöldin. Aha. Hérna áður fyrr þurfti nú kraftaverk til að ná Akureyringum út fyrir miðnætti. En hérna... En það hefur tekist? Það tókst, en það tók djöðlanga tíma. Já. Hvað er þetta orðið margir tónleikar? Þetta er svona rétt tæplega 1700. 1700? Og maður tekur eftir því í blöðunum, fjölmiðlum, að þetta eru sömu aðilar sem eru að koma hérna árum saman. Jú, jú. Ásóknin er líka, menn eru eiginlega bara orðnir áskrifundur. Já, já. Já, já. Algjörlega. Og eru einhverjar hljómsveitir sem öðrum fremur hafa komið hérna oftar? Já, það er þessar vinsælustu hljómsveitir. Það er náttúrulega eru hérna, sko, 2, 3, 4 sinnum ári. Aha. Það er bara svo leiðis. En hvað, sko, skrifir þetta sér sjálft? Ég meina, ertu komið með allt þetta ár nokkurn veginn bókað? Já, svona nokkurn veginn. Það er svona nánast fullbókað fram í september núna. Takk fyrir. Svo er eitthvað komið í október og eitthvað í nóvember og desember er að vera uppbókaður. Hver er galdurinn? Ég meina, það er ofskaplega gaman að koma hérna, það er þægilegt, þetta er mikil nánd, en sko, hvað segja listamennir sjálfur? Hvað er svona mikið varið innan stað? Þeim finnst bara gott að koma inn, það eru góða græjur, það er gott sound, þetta er mjög gott, sko. Já. Og hljómburðurinn kannski skila sér óbúslega vel til áhörðans? Já, mjög. Og svo ertu þið... Ég er svona að reyna að vera ekkert leiðilegur við þá. Og svo eins og þú segir, sko, þú ert með allar græjur, þannig að þeir þurfa eiginlega bara að skila sér sjálfur. Já, við erum með alla magnara, trommur, orgel, píanó. Aha. Og talandi um orgelið, þú ert með Kalla Sighvats orgelið sjálft. Jú, jú. Það er dýrgripur. Algjörlega, sko. Hvernig fékkstu það? Ég bara fréttaði að væri til sölu. Já. Það var nú lengi búið að vera í hérna... Sýrlandi, já. Og fréttaði að það væri til sölu og því mér ætlaði nú ekki að kaupa Hammond orgel en af því að var þetta þá stökki á þetta. Og það er komið ég var náttúrulega mikill aðdáandi Kalla og þeirra hljómsveita sem hann var í, sko. Já. Ertu hérna alltaf? Já. Það er bara svo? Já. Hefur þið vantað einhver skipti? Ég var veikur, 2-3 innan við 5 sinnum. En auðvitað ertu hérna á öllum tónleikum? Já. Og elskar þú alla? Já. Og þetta er farið að fréttast út í heim. Það eru erlendar hljómsveitir farnar að banka á dyrnar. Já. Já, við erum búin að vera 2 með Fókus hérna frá Hollandi. Aha. Svo fréttist þetta, sko, þeir eru að spila með öðrum hljómsveitum, sko. Já. Ég fekk fyrirspurð frá hljómsveit sem heitir Marillion, sem er svona þekkt progg hljómsveit. Jú. Þeir höfðu áhuga kominga, voru að svona kanna hvernig það væri, hvort þetta væri nóg stórt fyrir okkur og sviðið, búið með að senda máli á sviðinu, málin. Já, og það var alveg nóg stórt eða eitthvað? Ég held ekki, ég hef náttúrulega heyrt í það nýlega. Gott og vel, en sko stemningin þetta, hún er óbúslega þétt, ef svo maður segja. Já, fólk situr nánast alveg upp í hljómsveitinni og fær hljóminn alveg náttúrulega bara beint í æð, sko. Þetta er eiginlega bara eins og Haukur að vera heima hjá listamanni. Jú, algjörlega. Ætlarðu að vera hérna önnur 16 ár? Nei. Ég er að komast á aldur, þannig að ég þætti góður innan 5 árum viðbót. En þá verður einhver annar að taka við? Já, ég veit ekki hvernig það fer. Hver er tilbúin að fórna sér í verkefnið? Verður þetta öllum stundum og klikka aldrei? Nei, ég held að það þurfi bara líka, sko. Það þarf að hugsa vel um þetta, sko. Þetta er ástríða? Já, ég held að það sé líka ástæðan fyrir að þetta gengur þó þetta vel, sko. Að það er ekkert sjálfgefið að sé til 200 manna staður norður á Akureyri sem er með
frábært prógram allan ásins hring, allar helgar. Hérna nánast þetta ganga út frá því að það sé eitthvað gott að vera. Með sjálf landsliðið af tónlistafólki öllum stundum. Sem slást að fá að koma með þess Hver, Helgi, eiginlega sjarmið þessa staðar? Hann þykir einstakur. Hugsanlega þessi stærð og viður og ræktunarsemi. Ræktunarsemi þá Hauks við bæði tónlistamenn og staðinn og það sem að býr til góðan tónlistarstað þetta eigandinn eða rekstraraðilinn sem að hugsar vel bæði þá sem að koma, artistana, þá verða þær ástfagnir og eru tilbúin að gefa sitt besta og ekki síður líka að hafa allt í lagi, hljóðfæri sem eru á staðnum og hljóðkjör og annað. Og svo finnst mér þessi staður býður upp á þetta svona klöpp, svona klúbba element sem að ekki svo velfundið, vandfundið hér á Íslandi. Það sem að stærðin svona einhvern veginn rétt og þú býr til þetta sem að allir jazzklúbbar, bluesklúbbar og annað út í heimi sem við höfum heyrt talað og margir komið á þetta og þeir eru að þetta samverð að vera ekki of stórir, ekki mikill geimur og fúlkra vel með góðum fjölda og þá svo auðvelt að bæði að ná upp æðislegum hljómbu og góðri stemningu. En nándin virðist skipta listamanni miklu máli. Maður finnur þegar listamæðurinn bara meðal fólksins. Skiptir áhorfandann líka einnig miklu máli. þar sem hann getur orðið meiri þáttakandi í því sem er að gerast. Akkurat. Þannig að þetta alltaf þetta samspil milli sviðs og salar eða sem sagt túlkandans og áhorfandans. Og þegar það nær svona vel saman, þá verður til galdurinn, sviðsgaldurinn og galdurinn bara í heildarstemningu. Einmitt. En finnst þér sem listamanni þú vera mismunandi maður milli mismunandi sena vegna þess að á þessari senu ertu miklu nær fólki og svo annar staðar ertu fjær fólki. Skiptir þetta máli? Þetta er ólík nálgun og fyrir tónlistamann að fremja sinn galdur hér á þessu litla sviði versum vera á kannski Laugardalshöll hérna á Íslandi með 3000 manns fyrir frammi. Það er önnur element. Það er allt annað. Þú þarft að stækka þig. Þetta að gera stærri hluti. En verður þú þá einlægari hérna eða hvað er að gerast? Það er ekki eins og verður eitthvað óeinlægari stærra sviði. Og þetta er líka, þú getur líka sett upp dæmi kannski kvikmyndaleik og síðan sviðsleik. Það sem voru kannski í borgarleikusinu með 550 manna sal. Þá þarf það að skrúa upp í magnaranum og stækka, tala og vera með stærri viðbrögð. Svo ertu komin inn með kvikmyndavélina framan í því. Þá bara eitt lítið blikk segir stóra sögu. Þetta eru bara mismunandi nálganir. Fyrir listamann sem þekkir þessa hluti þá finnst mér til dæmis ekkert skilur, þetta er spennandi allir þessi hluti, þetta er bara ólíkir. En þú ert búin að koma oft hérna fram á Græna hattinum, finnst þér þú vera á heimavelli?
maður alltaf á heimavelli þegar maður að koma kannski á sko sömu stað aftur, en það aldrei sami hópur þar í sal. Það alltaf ný upplifun og það það sem svo skemmtilegt. Þess vegna maður alltaf á tánum, veit aldrei hvað gerast, veit aldrei hvað á eftir að gerast og veit aldrei sko hvernig salurinn á eftir að bregðast því og hvernig þú ert að sko akta á sali. Lifandi sko flutningur auðvitað svo heillandi út frá þessu. Það svo órætt. Það svo að sitja á hesti sko, veist ekkert hvað hann gerir. Og þú ert að fara frem í sal hérna eftir örskamma stund. Hefur einhverja tilfinningu hvernig salurinn er? Nei. Þarftu að lesa hann á stundin? Já, nei, ég meina, það í rólegheit. Já, ég meina, stundum kemur það strax í ljós. Einhverju sem kom upp, eitthvað, þá bara ok, þá þarf maður að fara að fást við það. Svo eitthvað annað. En auðvitað, í svona nála þá leifir maður sér sko öðruvísi nálgun, þá ertu einmitt sko meira heim í stofu. Getur þar af leiðandi svona aðeins svona tala svona sko rólegra og fengið sko fólk auðveldra á þitt versus þegar þú ert með sko náttúrulega þúsundir sko. Það þarftu meira svona að senda einfaldari skilaboð og yfirleitt jákvæðari. Hérna getur þú verið sko svona spila á fleiri skala, sko stærri skala. Það líka mjög heillandi. Skelltur út í sal og meikaðu það? En einu sinni. Býtu, passaði að nefna það. Og síðan hittumst við aftur á minni leið. Ég stend hérna í